Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 225. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar og fundurinn fer fram hér í stjórnsýsluhúsinu Búðardal. Áður en við göngum til formlegrar dagskrár þá legg ég til að nokkrum málum verði bætt á dagskrá. Það mál númer 2209-009 umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni og verði dagskrárliður 4. Svo mál númer 2207-022 umsókn framkvæmdaleyfi vegna skógræktar og ljáskógar, það verði dagskrárliður 5. Mál númer 2112-015 Bakkahvammur, óveruleg breyting á deiliskipulagi og verði dagskrárliður 6. Og síðan verði fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur 129, dagskrárliður 10, fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur 63 og verði dagskrárliður 11 og fundargerð byggingarnefndar íþróttamannvirkja sem verði dagskrárliður 12. Einhver sem ekki athugasemdir við það þessum málum sé bætt á dagskrá. Svo verðist ekki vera, þá verða þessi mál og aðri dagskrárliðir breytast eða númer breytist samræmið við ofangreint. Já, eins lagt til að mál 2209-002 sem var almennt mál í auglýstri dagskrá verði mál til kynningar. Einhverjir sem eru andvígir því. Svo verðist ekki vera, það samþykkt. Þá fyrst, það dagskrárliður 1, það eru vegamál, mál númer 2208-004 og það hér bara drög að bókun sem ég vil lesa upp og leggja fyrir. Hún svo hljóðandi: Dalabyggð landstórt sveitarfélag með viðamikið vegakerfi. Heildarfjöldi kílómetra í vegakerfinu öllu innan Dalabyggðar telur alls rúmlega 400 kílómetra og aðeins 9 sveitarfélög á Íslandi með lengra vegakerfi. Malarvegir eru uppistaðan í vegakerfinu Dalabyggð og það óásættanleg staða á árinu 2022. Umferð hefur aukist með auknum ferðamannastraumi og umferðaröryggi allra þeirra sem veginn að fara ógnað meðan ekki lagt bundið slitlag. Skólabörn í Dalabyggð þurfa oft á tíðum langan veg að fara og hafa gæði vega mikil áhrif og lífsgæði þess hóps sem og annarra, bæði heimafólks sem og ferðamanna. Umboðsmaður barna vakti fyrir stuttu athygli innviðaráðherra á bágu ástandi Vatnsnesvegar í Húnaþingi vestra og það fullkomlega réttmæt ábending sem Dalabyggð tekur undir en vill jafnframt vekja athygli samráðherra, alþingismanna Norðvesturkjördæmis og Vegagerðarinnar á aðstæðum skólabarna í Dalabyggð sem þurfa að hristast á malarvegum innan héraðs og leið í og úr skóla alla daga. Aðstæður barna skipta máli og vegakerfið hefur í því tilliti hlutverki að gegna í dreifbýli Íslands. Einhvers vill ræða þessa bókun? Langar að bæta eins við þetta. Ég fann gamla færslu sem að Byggðastofnun, tæplega árs gamla, sem var svona föstudagsmól á Facebook-síðu Byggðastofnunar, þar sem var tekin fyrir skólaakstur í nokkrum sveitarfélögum á landsbyggðinni. Þar kemur fram að Dalabyggð rekur Auðarskóla í Búðardal og var með 89 nemendur á síðasta skólaári. Bundið slitlag á Vesturvegi nr. 60 sem liggur í gegnum sveitarfélagið frá Bröttubrekku á Gilsfjarðarbrú. Sömuleiðis bundið slitlag áleiðis upp Laxárdal. Aðrir vegir eru að mestu malarvegi. Skólaakstur í Dalabyggð áætlaður ríflega 94 kílómetrar á hverju skólaári og þar af 44% á malarvegi. En vill einhver taka til máls varðandi þessa bókun? Það kveður sér ekki hljóðs, þess sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 2, það eru heilbrigðismál. Og nú ég finna rétt að blaða. Þar líka með drög að bókun. Hún svo hljóðandi: Sveitarstjórn Dalabyggðar tekur undir beiðni yfirlæknis heilsugæslunnar í Búðardal til að framkvæmdastjórnar Heilbrigðisstofnunar Vesturlands varðandi nauðsyn þess að endurnýjaður verði búnaður til röntgenrannsókna á stöðinni. Núverandi búnaður síðan árið 1997 og því orðið mjög tímabært að endurnýjaður verði þessi nauðsynlegi búnaður sem að mestu notaður í bráðatilfellum. Núverandi tæki hefur ítrekað bilað og því hreint og klárt öryggismál að fá nýtt og fullkomnara tæki.
Það byggðarlaginu Dölum og næsta nágrenni afar mikilvægt að búnaður sem þessi sé í lagi og bregðist ekki þegar mest liggur við. Því leggst sveitarstjórn Dalabyggðar á árarnar með heilsugæslunni Búðardal og hvetur framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og fjárveitingavald Alþingis til dáða í þeim efnum að gerð verði bragarbót sem allra fyrst í þeim efnum að fá nýtt röntgenrannsóknartæki á heilsugæsluna í Búðardal. Einhvers vill ræða þessa bókun? Inga? Komið sæl, sveitarstjóri, oddviti, fundarmenn. Mér langar bara að taka undir þessa bókun lækningatæki frá árið 1997. Myndi flokkar sem mjög gamalt lækningatæki. Það eru búið að gera miklar breytingar á stöðlum sem lækningatæki þurfa að uppfylla varðandi til dæmis skýrslun frá svona röntgentæki. Þannig að það er alveg virkilega komin tími til að uppfæra þennan búnað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Inga. Einar? Oddviti, ágætu fundarmenn. Ég vil líka taka undir þetta og það sem málið mér kannski aðeins skilt þar sem ég vinn á heilsugæslunni og það sem segir nú í bókunni, þá ég vil kannski bara beina því líka til þessara nágranna sveitarfélaga okkar að koma borð með okkur og hjálpa okkur í þessu. Þetta nýtist þeim líka. Það þarf ofta að flytja fólk úr nágranna sveitarfélagunum allarlega Akranes til þess að fara í einfalda röntgenmynd. Þannig að ég eiginlega gerir bara ráð fyrir að þeir stígi inn á næstu fundi hjá sér með eitthvað svipaða bókun. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þá þeir sem eru samþykkir þessar bókun eins og ég las hann upp á hann, gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá var næst dagskrárliður 3. Það er þarna vilja yfirlýsing Dalaskógar. Það liggur hér fyrir vilja yfirlýsing vegna verkefnisins Dalaskógar og ég er að hugsa að lesa hana bara hér upp. Hún er svo hljóðandi: á íbúaþingi sem haldið var í Dalabúð fyrr á árinu lýstu Dalamenn yfir miklum áhuga á að efla skógrækt í Dölum, en þar var skógrækt talin eitt áhugaverðasta málefnið af ca. 25-30 málefnum næst og eftir samgöngum og raforkumálum. Í tengslum við íbúaþingið var til hreyfing áhugasamra skógarbænda í Dölum sem vilja stuðla að aukin atvinnuuppbyggingu með því að byggja upp skógarplöntuframleiðslu sem næst Búðardal. Dalirnir Heilla EHF hafa fengið styrk frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi til þess að vinna forúthugun á því hvort forsendur séu hendi til þess að byggja gróðurhús í Dalabyggð þar sem áhersla verður lögð á skógarplöntuframleiðslu. Dalirnir Heilla hafa lýst yfir áhuga á að staðsetja húsin á svæði norðan dvalarheimilisins Silfurtúns í Búðardal. Hefur félagið óskað eftir því að grafa nokkrar prufuhólur á svæðinu til þess að kanna jarðlög. Sveitarfélagið lýsir yfir stuðningi við þau áform að byggja upp skógarplöntuframleiðslu í Dalabyggð og heimilar framangreint svæði sé rannsakað meðal annars með því að grafa prufuhólur til þess að kanna jarðvegslög. Tekið er skýrt fram að í þessari viljayfirlýsingu felst engin skuldbinding af hálfu sveitarfélagsins, það er hvorki að ræða útlöndun á nefndu landi né loforð slík útlöndun. Jafnframt hefur sveitarfélagið upplýst aðila að hvað er kunnið að vera á landinu og jafnframt að núverandi aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir iðnaði á þessu svæði. Komið til þess að Dalaskógar hafi áhuga á að sækja þetta land til úthlutunar eða önnur lönd í eigu sveitarfélagsins, fer slík umsókn í hefðbundið stjórnsýsluferli á sama hátt og aðrar sambærilegar umsóknir. Einhvers vill ræða efni þessarar viljayfirlýsingar? Garðar? Oddviti, kæru fundarmenn, ég vil bara fagna því að það séu komnar hugmyndir um svona ræktun og að þetta sé tekið til skoðunar og bara vonandi finnum við einhverja góða lausn sem að gengur fyrir okkur og þetta geti orðið vaxtarsproti fyrir okkur sem samfélag. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Ég tek undir með Garðari að verkefnið er mjög áhugavert og vonandi að af þessu verði eða að allar forsendur séu til staðar til þess að efla atvinnuuppbyggingu á þessu sviði. Vilja fleiri taka til máls?
Svo virðist ekki vera, en þá bara þeir sem að samþykja þessa vilja yfirlýsingu eins og hún liggur fyrir gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4, það umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni. Og kannski bara biðja Bjarka að koma hér upp og rekja aðdraganda þessa máls. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér liður sem heitir umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni. Það í rauninni aðdragandi þessa að samkvæmt innleiðingu á breytingu á barnaverndarlögum þá sveitarfélögum landsins gert skylt að skipa í svokölluð umdæmisráð fyrir 1. október næstkomandi. Þessi vinna var komin á fullt skrið í vor en fór svo á frost í vor, ólíkt því sem gerist í veðráttunni, að það varð frost í vor á þessari vinnu í kringum kosningar og í kjölfar þeirra en aftur þetta komið á fullt skrið núna og það ljóst að það stefnir í að á landinu öllu verði í raun 3 umdæmisráð, það að segja 1 í Reykjavík í höfuðborginni, annað í svokölluðum kraga, það að segja sveitarfélögin umhverfis Reykjavíkurborg og síðan landsbyggðin öll í einu umdæmisráði og hér tillaga að Dalabyggð verði aðili að þessu umdæmisráði. Sveitarfélögin hafa verið að núna bara allra síðustu daga taka þetta mál til skoðunar í rauninni bara síðast í gærkvöldi var til í rauninni þessi samningsdrög sem við erum með, þessi samningsteksti sem við erum með hér til umfjöllunar. Þannig að ég held að það sé mjög skynsamlegt af sveitarstjórn Dalabyggðar að samþykkja það að við verðum formlegur aðili að þessum rekstri umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni og í rauninni formgerum aðild okkar formlega hér. Þetta breytir ekki því að við þurfum eftir sem áður og það í rauninni í höndum næsta fundar félagsmálanefndar að ákvarða hvernig við höldum og síðan á öðrum málum varðar félagsmálin og rekstur okkar að því Borgarbyggð hefur sagt upp samningi félagsþjónustuna og tekur svo uppsöld gildi frá og með 1. janúar næstkomandi, frá og með áramótum. Þannig að þetta fríar okkur ekki frá því verkefni en þetta í rauninni formgerir þá á vissan hátt barnaverndarmálin sem eru afskaplega mikilvæg. En ég svara spurningum ef einhverjir eru góðir fundamenn. Takk. Takk fyrir þessa kynningu, Bjarki. En ég hérna með drög að bókun sem svo ljóðandi að fyrirliggja drög að samningi umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu, erindisbréf valnefndar og viðauki við samning vegna stofnunar og starfsemi umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu. Samkvæmt innleiðingu og breytingum á barnaverndarlögum skulu öll sveitarfélög hafa skipað umdæmisráð fyrir 1. október næstkomandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að taka þátt í umdæmisráði barnaverndar á landsvísu og felur sveitarstjóra að ganga frá aðild Dalabyggðar að verkefninu. En orðið laust, einhvers vill ræða þetta mál. Það kveður sér engi hljóðs. Þau sem eru samþykkir bara þessar bókun sem ég las hér upp, gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 5, það umsókn framkvæmdaleyfi vegna skógræktar í Ljárskógum. En þetta mál sem kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem haldinn var í gær. Og á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem haldinn var í ágúst voru lögð fram drög að framkvæmdaleyfi vegna skógræktar í landi Ljárskógar. Og á þeim tíma fól nefndin skipulagsfulltrúa að ræða við umsækjanda varðandi umsóknina og þann 16. ágúst óskaði skipulagsfulltrúi eftir greinargerð frá verki sem stöðu svæðisins og barst svar frá þeim þann 23. ágúst með skýringamynd af svæðinu. Þann 29. ágúst síðastliðinn lagði umsækjandi fram breytingartillögu á samningslínum skógræktar á svæðinu og
umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti þá breytingu á fundi sínum í gær. Þannig að það sem sveitarstjórn þarf þá að gera hér að staðfesta þessa ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar. Orðið er laust þessa tillögu, einhvers vill ræða það. Kveður þar engin hljós. Þess sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 6, það Bakkahvammur, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Þetta kemur líka frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem haldinn var í gær. En sem sagt umhverfis- og skipulagsnefnd fundaði 10. ágúst og var lögð fram umsókn um byggingarleyfi fyrir Bakkahvamm 15. Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar 10. febrúar 2022 var breyting á deiliskipulagi samþykkt. Í bréfi dagsett 17. maí 2019 frá Minjastofnun tekur stofnunin fram að ekki sé farið í framkvæmdir fyrir en Minjastofnun hefur heimilað framkvæmdir. Þann 21. ágúst sendi Minjastofnun tölvupóst þess efnis að það megi fara yfir mógrafir við Bakkahvamm 15 en minjar á lóð 17 báðu þau að fá aðila til að rannsaka tóftina þar. Borist hefur listi yfir aðila sem taka að sér rannsóknir þessa. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að senda samþykkt deiliskipulag til Skipulagsstofnunar og leggur til við sveitarstjórn að farið verði minjarannsókn á lóð 17 nú þegar til óvissu sé 1 áður en áform byggingar komi fram þar. Og sveitarstjórn þarf að staðfesta þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhver sem vill ræða þetta mál? Kveður sér engin hljós þess sem eru samþykkir gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru næst fundargerðir til afgreiðslu og það fyrst fundur 296 í byggðaráði. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Það er engin hljós þess sem eru samþykkir fundargerðinni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 8. Það fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar, fundur númer 112. Ég veit að Inga vill fá að fara yfir fundinn, eða segja frá fundinum. Oddviti, aðrir fundamenn. Já, mér langaði að fara aðeins yfir frístundaksturinn sem var tekið fyrir á síðslu fræðslunefnd. En fræðslunefnd lagði fram skoðanakönnun til allra foreldra grunnskólabarna í ágúst. Svör bárust fyrir 82% barna í grunnskólanum. Þar af fyrir 114% barna á yngsta stigi, 87 barna á miðstigi og 53% á elsta stigi. Þetta er ekki ranga tölur. Þetta eru tölurnar sem komu úr skoðanakönnunni en þær sýna að fyrir einhverja nemendur hefur verið svarað oftar en einu sinni. Þannig að það þarf náttúrulega að taka það með smá fyrirvara en samt mjög góð svörun úr könnuninni. Langflestir sem svöruðu könnuninni sögðust muni vilja nota frístundabílinn. Þegar tekið mið af heildarfjölda nemenda grunnskólans, ekki bara þeim sem svöruðu, sögðust 76% nemenda vilja nota frístundabíl. Þar af 110% yngsta stigi, 78% á miðstigi og 47% á elsta stigi. 84% svarenda sögðust vera tilbúin til að greiða fyrir frístundaksturinn. Það var lagð fram svona tillögur að gjaldi annarkvort mánaðarlega fyrir hverja ferð eða fyrir hverja önn. En meiri hluti haggaði einhver af þessa valmöguleika en það var líka hægt að velja að myndi ekki vilja borga neitt. Könnunin sýndi svart og hvítu fram á mikinn áhuga foreldra og nemenda á að nota frístundabíl. Það því niðurstaða fræðslunefndar að Dalabyggð eigi að taka upp frístundakstur sem allra fyrst þangað til nýtt íþróttahús verður tekið í notkun í Búðardal. Skoðanakönnunin hefur sýnt tímalausan áhuga hjá stórum hluta barna og forráðamanna til að nýta frístundabíl til að stunda tómstundir sem fara fram á laugum. Þetta mun stytta vinnudag grunnskólabarna svo munar. Sveitarstjórn Dalabyggðar vill svara ákalli foreldra bætta þjónustu við frístundir og koma á frístundaakstra milli Búðardals og lauga sem allra fyrst. Flokka skal frístundaakstur sem tilraunaverkefni þennan veturinn. Sveitarstjóra verði falið að gera verkkönnun fyrir aksturinn með skoðanakönnun til hliðsjónar varðandi fjölda iðkenda. Sveitarstjóra, skólastjóra og formanni fræðslunefndar verði falið að meta kostnað vegna áhrifa sem frístundabíll mun hafa á grunnskóla og leikskóla.
En til að mynda þyrfti að seinka skólabílum það bil 20 mínútur á miðvikudögum og fimmtudögum. Það myndi lengja geislutíma í grunnskólanum og leikskólabörn sem nota skólabílinn heim færu seinna heim. Ekki skal leggja gjald á leikskólabörn sem dvelja lengur á leikskólanum vegna þessa. Þá þyrfti að bæta við einu stoppi hjá skólabíl sem ekur í Saurbæ á Laugum, svo að börn sem fara inn í Saurbæ þurfti ekki að koma inn í Búðardal, fara svo með sínu skólabíli heim, heldur fengju bara skólabílinn upp á Laugum. Já, þetta er sem sagt tillaga mín að hvernig skilja halda þessu verkefni áfram og mig langar að vísa þessi tillögu til byggðarráðs. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Inga. Orðið laust þessa tillögu. Ég tel allavega mjög gott að halda vinnuna áfram við þetta mál og þarna leiða það til lykta upp á bara öllum formsatriðum sem gætt í anda hefðbundnu stjórnsýsluregla. En þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða og byggðarráð vinnur þá þessa tillögu áfram. En svo er það þá fundargerðin að öðru leyti. Er einhver sem vil ræða hana frekar? Það kveður sér ekki hljós þeir sem að geta staðfest fundargerðina gefa merki. Fundargerðin er samþykkt samhljóða. Þá er næst á dagskrá, það er dagskrárliður 9, það er fundargerð atvinnumálanefndar, það er fundur númer 30. Þar voru 5 mál á dagskrá. Einhver sem vil ræða þá fundargerð sérstaklega? Garðar? Oddviti, kæru fundamenn. Á síðasta fundi atvinnumálanefndar fengum við Lindu til að kynna okkur verkefni Daladauðs, þar sem daginn eftir að það var haldið mjög góður íbúafundur inn í Dalabúð, þar sem var farið yfir þau markmið sem voru sett eftir fundin í vor eða seinni vetur. Og þær eru komnar margar mjög góða tillögur og núna er búið að opna fyrir umsóknir í frumkvæðissjóð fyrir samfélags- og nýsköpunarstyrki og þar eru í boði alls rúma 12.250.000 og vil ég bara hvetja sem flesta sem hafa hugmyndir og eitthvað sem að flokkast innan þessa hóps umsókna að kynna sér þetta og sækja í verkefni. Umsóknarfrestur eru til 30. september, það er ennþá hægt og að hafa samband við Lindu eða aðra sem að geta aðstoða við umsóknir og framgang verkefnana. Einnig fengum við Svavar, formann FSD, en staða sauðfjárbænda á svæðinu er ekki nógu góð og þær verðhækkanir sem hafa komið nú í haust munu ekki bæta stöðu bænda að því leyti að þeir geti starfað við sauðfjárrækt sem aðalstarf. Sauðfjárbændur þurfa að vinna fullt starf úti til að geta rekið bú sín og það er ekkert viðunandi. Við verðum að fá sauðfjárræktina á það stig að hún sé starf og það sé borgað fyrir það. Og hér hefur ungt fólk tekið við búum og er skuldsett og þetta fólk þarf að geta borgað búin sín og við þurfum að ungt fólk geti fjármagnað að taka við búum af þeim sem eru eldri svo framgangur haldi áfram. Og við munum eiga þetta samtala áfram við sauðfjárbændur sem og aðra bændur hérna í Dalabyggð og fleiri og munum fara með tillögur í ráðherra framgang málsins. Einnig fórum við yfir atvinnuleysistölur og nefndin hyggst fylgjast vel með atvinnustigi á svæðinu og síðan hvernig við getum unnið úr því, en það voru alls 3 atvinnuleysir núna. En frá síðasta fundi hefur nefndin haft samband við Rarik því að við höfum mikla áhyggjur af starfsstöð Rarik hér á svæðinu sem er mjög mikilvæg fyrir innviði og halda innviðum gangandi. Og þetta er bara lífsspursmál fyrir svæðið að það haldist tryggt, heitt vatn og rafmagn og það sé hægt að bregðast við fljótt.
Við höfum ekki náð fundi ennþá en það fundur vonandi væntanlegur í næstu viku sem munum fylgja þessu máli eftir og sjá hvað menn Rarik segja. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Garðar. Og mér langar að bæta við varðandi dagskrárliði 9.3, varðandi samantekt stöðu sauðfjárræktar og það sem Garðar nefndi hérna, að hér hafi ungt fólk fjárfest í jörðum og sé skuldsett. Mér langar bara vekja athygli á því að ég las nýverið frétt frá Nýja-Sjálandi, þar sem kemur fram að verð á landbúnaðarlandi þar í landi til annars en landbúnaðar, eingöngu til kolefnisbindingar. Verð á landi til eingöngu til kolefnisbindingar, hvorki til þess að fara í hefðbundna landbúnaðarframleiðslu eða skógrækt eða slíkt, það 7 sinnum hærra heldur en verð á þarna landbúnaðarlandi þar. Þetta þróun sem að fara að eiga sér stað allan heim og mun sjálfsagt eiga sér stað hér á landi líka. Þetta það sem hinn hefðbundna matvælaframleiðsla á Íslandi að fara að keppa við líka. Það verð á landi að fara að hækka gríðarlega mikið. Þá verður kannski bara engin matvælaframleiðsla eftir ef að menn bregðast ekki við varðandi þetta. En einhverju fleiri sem vil taka til máls varðandi fundargerð atvinnumálanefndar. Það kveður sér engin hljóðs þess sem eru samþykkir gera staðfest fundargerðina gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 10, það fundargerð umhverfis skipulagsnefndar. Það fundur sem var haldinn í gær. Við höfum þegar afgreitt 2 mál sérstaklega sem voru til afgreiðslu á fundinum. En einhvers vilja ræða fundargerðina að öðru leyti. Það kveður sér engin hljóðs þess sem geta staðfest fundargerðina gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 11, það fundargerð dvalar- og hjúkrunarheimili Silfurtúns, það fundur númer 63. Einhvers vil ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs þess sem eru samþykkið fundargerðina gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það fundargerð til kynningar. Það hér fyrst fundargerð byggingarnefndar íþróttamannvirkja. En það fundargerð 10. fundar sem var haldinn 7. september sem liggur fyrir í fundargögnum. Einhvers vil taka til máls varðandi hana? Skúli. Oddviti, góði fundamenn, mér langar kannski aðeins að stikla stóru varðandi undirbúning íþróttamannvirkja. Þannig var að við tókum að okkur 3 aðilar í hópnum og fyrir utan hans til þess að afla verða í væntanlegt íþróttahús í júnímánuði. Og þannig bara með sumarið að það bara allir í fríi. Þannig að það gekk rosalega illa að fá einhver verð fyrir en núna ég búinn að fá verð í eina tegund byggingar sem Límtré Vírnet. Og við ræddum ítarlega núna á fundinum á þriðjudaginn. Verið að afla verða í fleiri tegundir eins og stálgrind og steypu og einnig sveitarstjóra falið að kanna lagalegan grundvöll þess hvernig við getum snúið okkur í þessu verkefni og verið að vinna í því. Og ég vona svo innilega að það verði ekki margir dagar eða allavega ekki mjög margar vikur þangað til við getum haldið fund aftur. Tekið ykkur að vonandi skemmtilega ákvörðun og hún liggi fyrir sveitarstjórn næst semst í október. Þetta mín von en svo sjáum við til hvernig framvindur en þannig að þið vitið að þetta í fullum gangi og best væri náttúrulega að fara að taka skóflustunguna. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér ekki hljóðs en þetta samt fundargerð sem við þurfum að samþykkja og þannig að þeir sem eru samþykkið fundargerðinu gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það fundargerð til kynningar. Það fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það fundargerð fundur númer 912. Einhvers vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Svo þá dagskrárliður 14. Það
starfshópur vindorku sem kallar eftir sjónarmiðum og starfshópur vindorku sem Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipaði í sumar kallar nú eftir sjónarmiðum hagaðila, sveitarfélaga, félagasamtaka og almennings á málefnum vindorku. Og ég var svona að gera það tillögu minni að við myndum bara fela sveitarstjóra að taka saman minnisblað fyrir Dalabyggð til að senda á þennan starfshóp. Einhvers vill ræða þetta sérstaklega, þess sem eru samþykkir því að sveitarstjóra sé falið að taka saman minnisblað, geðmerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það dagskrárliður 15. Það er haustþing samband sveitarfélaga á Vesturlandi. En það verður haldið á Fosshótel Stykkishólmi dagana 21. og 22. september næstkomandi. Og þema þingsins verða samskipti ríkis og sveitarfélaga, en fulltrúar Dalabyggðar á þinginu eru Skúli og Ingibjörg. Og sjálfur mun ég sitja þingið bara sem stjórnarmaður í SSVAF og Bjarki mun sitja sem sveitarstjóri. Svo er það dagskrárliður 16. Það er mál til kynningar sem heitir Borga þegar hent er. En þann 1. janúar næstkomandi koma til framkvæmda breytingar á lögum nr. 55/2003 meðhöndlun úrgangs að innheimta fyrir meðhöndlun úrgangs skuli vera sem næst raunkostnaði niður á hvern aðila. Slík aðgerð við innheimtu byggist á mengunarbótareglunni þar sem hver og einn borgar fyrir það sem hann hendir. Lögin hafa mikla þýðingu fyrir sveitarfélög í landinu og munu þau þurfa aðlaga gjaldskrár sínar að innheimtukerfi. Þetta er mál til kynningar. Einhvers vill ræða það? Guðlaug? Oddviti og aðrir tilheyrendur. Það er að breytast þjóðfélagið og heimurinn að við þurfum að passa okkur betur hverju við erum að henda og það er alltaf verið að reyna að gera fólk meðvitaðra og meðvitaðra það að rusl kostar. Allt sem við látum frá okkur, umbúðir og annað, að við þurfum að finna út hvað það kostar okkur, getum við breytt á einhvern annan hátt. Það er verið að skoða, við erum nýbúin að taka upp hér 3-tunnukerfi. Við þurfum að fara að flokka meira, flokka plast og pappír í sundur sem við þurfum ekki að gera ennþá. Og þetta er í vinnslu, er í skoðun og allar ákvarðanir verða kynntar leið og þær liggja fyrir. Takk fyrir þetta, Guðlaug. Mér langar að bæta aðeins við þetta að hugmyndafræðin að hver borgi samræmi við það sem hann hendi, hún er afskaplega góð. En það sem verður áskorun fyrir dreifbýl samfélög er það að sameiginlegur kostnaður við hirðingu sorps, hann er það hár í dreifbýli samfélögum. Þannig að þó einhver hendi bara einum litlum ruslapoka á mánuði, þá verður kostnaðurinn við að koma þeim ruslapoka í burtu, hann verður margfalt meiri heldur kostnaðurinn við þennan eina ruslapoka. Þetta er hlutur sem er kannski stóra áskorun í dreifbýlum samfélögum. En það er ekki fleiri sem vilja til málsvarandi þennan dagskrárlið. Þá er bara einn dagskrárliður eftir, það er skýrsla frá sveitarstjóra. Ég geri ráð fyrir að Bjarki vilji koma og segja frá störfum sínum frá síðasta fundi. Oddviti og sveitarstjórn, aðrir tilheyrendur. Já, það hefur eitt og annað á dagana borið á góma þessa daga frá síðasta fundi sveitarstjórnar sem haldinn var 18. ágúst síðastliðinn og stiklaði hér á stóri yfir það svona helsta þó að hér sé alls ekki tæmandi lista að ræða og það er alls ekki svo að allt það sem á dagana mína og hér á skrifstofunni drífur að það fari í dagbókina. Það er fjarri því. En það er margir spennandi hlutir í gangi og fyrst vil ég nefna að ég ásamt stjórn Silfurtúns héldum starfsmannafund með starfsfólki heimilisins þann 19. ágúst síðastliðinn
Fórum þar yfir stöðu mála og kynntum þar meðal annars að hjúkrunarforstjóri heimilisins komin í leyfi, veikindaleyfi, og það búið að semja við hjúkrunarfræðing tímabundinn samning til að halda utan faglegt starf heimilisins meðan það varir og það til áramóta, allavega fyrst í stað. Með auðvitað góðri aðstoð frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Fellsenda. Einnig hafa átt sér stað samskipti við embætti landlæknis vegna Silfurtúns og þessu til viðbótar þá höfum við fengið fund með heilbrigðisráðherra til að ræða stöðu Silfurtúns og möguleg samlegar áhrif þess að samþætta rekstur heimilisins við rekstur heilsugæslunnar í Búðardal, og sá fundur, þar að segja fundur með ráðherra verður 5. október næstkomandi. Formaður atvinnumálanefndar, Garðar, fór hér yfir stöðuna varðandi Dalaauð. Ég sitt þar í verkefnastjórn ásamt fulltrúum frá Byggðastofnun og Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og fulltrúum íbúa, síðast en ekki síst, hér í Dalabyggð, þeim Bjarnheiði og Þorgrími. Og þar eru mjög spennandi hlutir í farvatninu eins og Garðar kom inn á. Góður íbúafundurinn sem haldinn var hér í Dalabúð 23. ágúst síðastliðinn, mjög vel sóttur og síðan í kjölfarið búið að opna fyrir umsóknir í frumkvæðissjóðinn sem tengdur í verkefninu, og umsóknarfresturinn til klukkan 12 föstudaginn 30. september næstkomandi, og vil ég hvetja íbúa Dalabyggðar og vildarvini Dalabyggðar til að ljá þessu verkefni lið og sýna það í verki að það sóknarhugur í okkur hér sem búum í Dalabyggð. Þetta eru 12 milljónir rúmar eins og Garðar kom inn á, og þannig að það eftir allnokkur að slægjast, og síðan verður nýtt tímabil á komandi ári, þannig að vonandi felur þetta verkefni í sér fjölbreytt verkefni hér í Dalabyggð. Næst vil ég nefna að við funduðum með kaupleigutökum að Laugum og fórum í vettvangsferð og fórum yfir stöðuna á húsnæðinu, og aftur verður fundað með kaupleigutökum í næstu viku til að fara yfir praktísk málefni, bæði hvað varðar aðskilnað á húsakosti og eins varðandi samstarfsverkefni sem við þurfum að koma á fast form, þar að segja afnota rétt okkar hér, íþróttafélaga og annara að Laugum, og eins opnunartíma sundlaugar, svo eitthvað sé nefnt. Næst vil ég nefna að ég átti fund með yfirlækni heilsugæslustöðvarinnar hér í Búðardal og þá möguleik sem getur verið til staðar varðandi samþættingu við Silfurtún meðal annars, eins og ég nefndi hér áðan, og einnig var rætt tækjakost á heilsugæslustöðinni, og meðal annars með tilliti til þess var ákveðið að sveitarstjórn bókaði sérstaklega eins og gert var hér fyrr á fundunum varðandi tækjabúnað, og ég handviss það að með góðu og virku samtali okkar við heilsugæslustöðina og starfsfólk þar þá getum við í rauninni aðstoð við að reyna að bæta aðbúnað þar, að því heilsugæslan hér einn af hornsteinum okkar samfélags hér í Dölum og næsta nágrenni, eins og Einar kom hér réttilega inn á, að við þannig staðsett, það ferðamannastraumur vaxandi, þannig að aðbúnaður og annað á heilsugæslustöðinni skiptir miklu máli. Undirbúningur fyrir fjárhagsáætlanagerð farin á fullt skrið og átti sveitarstjórn óformlegan vinnufundum það viðfangsefni og þau viðfangsefni sem framundan eru fyrir skömmu. Við fórum yfir stöðu ýmissa þátta á þeim fundi þar sem nokkrir embættismenn tóku þátt og voru búnir að lista upp marga þætti viðkoma rekstri Dalabyggðar. Við funduðum í Árbliki og færi við staðarhaldara þar góðar þakki fyrir veitingar og góðan aðbúnað. Funda var með fasteignasala í félagsheimilinu Staðarfelli núna fyrr í vikunni og það komið í sölumeðferð hjá fasteignasölunni Domus Nova að undangenginni óformlegri verðkönnun hjá nokkrum fasteignasölum. Það ekki komin verðmið á eignina en vonandi skýrast þau mál á allra næstu dögum. Við vorum staddir þarna út frá á einstaklega góðum degi, þannig að ég handviss það að þær myndir sem voru teknar og munu fylgja auglýsingu fasteignina að það hækki söluverðmætið allnokkuð, spegilsléttur fjörður og dásalegt viður. Ég átti fund með lögreglustjóranum á Vesturlandi fyrir skömmu. Við ræddum aðstöðumál lögreglunnar í Búðardal sem og löggæslumál á svæðinu almennt og hef ég í kjölfar þess fundar óskað eftir fundi með dómsmálaráðherra til þess að ræða stöðumála og mun sá fundur verða á allra næstu dögum leið og ráðherra kemur til landsins að nýju. Hann fór erlendis í morgun en ætlar að eiga fund með mér
eftir helgi til að ræða þessi mál öllsuml. Nú, síðastliðinn þriðjudag fór ég ásamt formanni Byggðaráðs og formanni atvinnumálanefndar á fund með forsvarsfólki leigufélagsins Bríetar knýjandi þörf á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Búðardal. Viðtökur voru jákvæðar og boltinn nú hjá okkur í Dalabyggð að senda til þeirra formlegt erindi ásamt uppfærðri húsnæðisáætlun Dalabyggðar. Við þurfum að halda vel á vopnum okkar til þess að viðhalda þeirri þróun sem varð á síðasta ári, þar sem að íbúum Dalabyggðar fjölgaði 45 frá árinu 2021 eða 7,4%, sem var á því ári 7. mesta fjölgun á árinu hlutfallslega innan sveitarfélagana. Ég sá tölur í gær, þar sem af ári, það fækkaði einn hér í Dalabyggð, þannig að við þurfum að halda vopnum okkar hér og einmitt að reyna að stuðla því að íbúðum fjölgi og húsum og byggingar fari í auknum mæli af stað hvað það varðar. Það atvinna til staðar og auðvitað þurfum við líka að halda vel á vopnum okkar þar varðandi að reyna að stuðla aukinni fjölbreytni en til að svo megi verða þá þurfum við fleiri hendur, fleira fólk. Þannig að ég handviss það að okkur auðnast að leiða það til lykta. Nú og svo til viðbótar þá hef ég sittið fundi ýmissa nefnda sveitarfélagsins nú upp á síðkastið. Mörg verkefnir í pípunum, samanber að vinna úr niðurstöðum sem kom út úr könnun sem gerð var meðal foreldra hvað varðar frístundakstur og var hér til umræðu fyrr á fundinum. Byggingarnefnd íþróttamanna gera störfum eins og Skúli kom inn á og eru þreifingar uppi varðandi möguleg næstu skref. Lögfræðingur kominn með gögn í hendur til að skoða hvað við megum og þurfum að gera á næstu dögum og vikum hvað það varðar. Heyrði ég honum í morgun, hann blessaði var lagstur í COVID en hann hristi það hratt og örugglega af sér þannig að vonandi upp úr helginni fáum við minnisblað frá honum. Atvinnumálanefnd hefur fundað eins og formaður þeirra nefndar kom hér inn á áðan og umhverfis- og skipulagsnefnd. Svo þeir fundir sem ég hef setið auk annars séu hér nefndir. Ýmis önnur samskipti eins og við alþingismenn, forsvarsfólk í öðrum sveitarfélögum hafa einnig á sér stað til að ræða sameiginleg hagsmunamál. Nú á næstunni fundar félagsmálanefnd Dalabyggðar og þar bíða úrlausnar brýn verkefni sem nánar verður sagt frá síðar en meðal annars þarf svo nefnd að marka línur hvernig rétt sé að halda á málum í kjölfar þessa samningu við borgarbyggðum þjónustu í félagsmálum rennir út næstu áramót, líkt og ég nefndi hér fyrr. En gott fólk, það eru margir boltar á lofti hjá okkur í Dalabyggð. Starfsmenn stjórnsýsluhús og aðrir starfsmenn eru svo sannarlega að gera sitt besta til að hlutirnir gangi. Það eru annar tímar framöndan hjá stórum hluta íbúa, göngur, réttir og allt það sem til í haustverkum sauðfjárbúa og taka þar tilliti þeirra aðstæðna í ýmsu tilliti. Að endingu, í þessari reglubundnu yfirferð minni, þá vil ég leyfa mér að segja að ég hef fulla trú á því að Dalabyggð sé að ganga inn í spennandi tíma með samheldni og samvinnu sem leiðast í öllum okkar áherslum og framgöngu. Takk að sinni. Takk fyrir þessa samantekt, Bjarki. Þá dagskrá fundarins tæmd, en áður en við slítum fundi þá samkvæmt samþykkt stjórn Dalabyggðar þá ætti næsti fundur sveitarstjórnar að vera 5. 13. október. En þann dag dagana 13. og 14. október fjármálaráðstefna sveitarfélaga. Og ég geri það því að tillögu minni að næsti fundur sveitarstjórnar sé degi fyrr eða miðvikudaginn 12. október næstkomandi. Einhverjir móttalnir því að við færum fundinn fram einn dag sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Og svo hvet ég þá í raun og veru bara alla sveitarstjórnarmenn sem áhuga á því að mæta á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga. Og segi það með